þessum spretti. Þetta svona, úlingarnir fara að valta yfir gamalmennin. Hafsteinn hérna legend í hjólreiðunum. Hann hvergi búinn, þó hann hafi nú kannski tapað fyrir Kristni hér. En hérna, Kristinn er ungur strákur, búinn að vera að æfa mikið og hann verður hrikalega flottur í sumar. Heyru, hérna erum við með Benedikt Sigurleifsson og Kristinn Hallsson. Þeir hérna fara hérna stað og þetta verður mjótt á munum. Hann að ná honum hana, nei. Hann vinnur Kristinn. Heyrðu, þetta hérna erum við með Ívar Kristinn Hallsson og Tómas Skof. Tómas í appelsínugula búningnum og hann hann siglir þarna, hann að merja þetta, lítur aftur fyrir sig, var bara nokkuð rólegur með þetta, ætlaði nú ekki að eyða sér meira, það sem hann ætlaði að eiga í næsta sprett. Það sérst þannig að sá sem tapar, það bara einn sjens í rauninni. Og nú eru þessir sem hafa tapað sínum sprettum dottnir út úr þessu þessari upphillkeppni, nema að þeir sem detta út í fyrstu umferð, þeir komast í svokallað lengsta sprettin sem er hálfgerð störukeppni í svona 3-4 mínútur og standa bara kjurir án þess að snerta jörðina á hjólunum og svo bara flautað óvænt. En það á eftir þegar það búið að vinsa þess úr hópnum og maður sjá, næstir á línuna eru Óskar Ómarsson, hann verður vinstra megin við okkur, og Davíð F. Albertsson. Óskar vann þessa keppni 2015 og hann með ein öflugustu læri í hjólreiðunum. Ég held að ég sé ekki að ljúga að hann getur skilað hvað bara mestu vöttum af þeim hjólurum á Íslandi, sko. Það bara sendi mér skilaboð að það ekki rétt hjá mér. En hann mér sýnist Davíð ekki vera mættur. En Óskar þarf þá allavega að hjóla upp þessa 120 metra til þess að eiga rétt á því að komast í næstu umferð. Þannig að þetta gefinn sprettur, það Davíð? Það ætlar hann ekki að koma hérna? Nei, Óskar tekur þetta og hann tekur þetta það er gott að finna að fá fílingin fyrir brautinni. Hann mætir síðan Mattíasi í næstu umferð. Hann að Davíð gaf Óskari þennan sprett. Það menn að reyna að halda sér, keppendur að halda sér heitum inn í tjaldi, það sem eru hitarar og svona. Af því að það mikil átök í svona sprett. Við erum að tala 120 metra með einhverju smá halla og það það svolítið svona, það þarf að byrja í réttum gír af því að þú þarft að komast að stað og það ekki mikið hægt að skipta gír á leiðinni og það ekki hægt að petala allt og hratt af því að þá eiginlega bara snýrðu á loftinu og ekkert gerist. Þannig að það svona þarf að það svona smá útsjónarsemi og svo svona spurning hvort að fólk, keppendur, haldi ofan á hútunum á hjólinu, sem sagt ofan á stýrinu, eða fari niður á droppin, sem sagt niður á hrútin. Það er allir með sínar tiktúrur í því. Hérna erum við með Elmar og Magnús Valgeir. Þeir Elmar vinstra megin og Magnús hægra megin.
Elmar í bláum háu fergala. Magnús hérna og það halda þarna þeim haldið, þeir eru komnir þeir fara af stað. Það sjá að Elmar var svolítið þungan gír, náði sér ekki af stað, en núna allt farið að gerast. Nei, hann nær honum ekki. Þannig að Magnús tekur þennan sprett. En það þannig að það eru tveir sem halda hjólurunum. Af því að það engin tíma eitthvað að fara að setja fótinn upp á pedalan og svona þegar það búið að flauta af stað. Þannig að keppendur eru tilbúnir í pedalunum, sem sagt, smeltir í og svo haldið undir hnakkinn og það nú aðeins að treysta þeim sem haldur. Og svo bara fundin besta pedalastaðan, öflugasta pedalastaðan fyrir fyrsta kraftinn og þeista stað. Þarna Sæmundur Guðmundsson með hvítan hjálm og í bláu, hann í HFR, og Baldur Helgi. Sæmi einn af okkar öflugustu úlingum í hjólreiðunum. Mjög flottur götuhjólari. Og þeir fara af stað og Sæmi tekur þetta eiginlega svona mjög fljótt. Já, súper. Það nefnilega svolítið, það svolítið skemmtilegt. Þessir ungu strákar eru aðeins að, þetta náttúrulega svona, spretturinn fer aðeins úr gömlu gæjunum þegar fólk eldist. Heyrðu, erum við með, reyndar, við erum með Snorra Karel, þetta rosaleg. Snorri Karel 11 ára og Helgi Berg legend í hjólreiðum á Íslandi. Snorri hérna í gulu og þannig erum við með Helga Berg, besta fjallabruns downhill hjólara landsins til allra árana og Snorra Karel, 11 ára gamlan. Helgi Berg tók þetta. Hann búinn að vinna þessa keppni og það mikill sprettur í Helga Berg. Þannig að hann hefur unnið þessa keppni held ég. En hann fyrst og fremst fjallahjólari. Hérna fara af stað Ragnar Adolf og sé nú ekki alveg hérna. Og Ragnar tók þetta. Ragnar að vinna hann að vinna í Kríu og hann tók þennan sprett. Það sem sagt þeir sem og það eru nokkri sem bara út af fjölda, það eru nokkri sem ekki búnir að taka sprett og fóru beint yfir í næsta riðil, sem sagt. Sluppu við þetta fyrsta ránd, eða fyrsta riðilinn og mæta þá þeim sem vann fyrri riðilinn, þannig eins og Leo og Steinar Tórs og Mattías Skú og Guðni, þeir eru ekki búin að taka neitt sprett, en þetta bara dregið, það bara tölva sem dregur í þessa riðla og það ekki hægt að deila við dómarann það. Svo einmitt, það algjör tap og glapp hvar maður lendir í svona riðlum. Og núna ættum við að fara að sjá stelpurnar fara að gera sig klára, sko. Nema hérna einn keppandi sem þarf að klára riðilinn. Til þess að hann klárist, það einhver sem hefur ekki mætt. Hann búin svoleiðis. Að hann fær góða uppbytun og svona aðeins að dingla hann á hjólinu. Það í svona sprett að þá eru átökin það mikil og þú ert að rífa hjólið það mikið til þín, sjá að það svinga aðeins hjólinu, að þetta mikil átök fyrir efri skrokkin líka. Þetta ekki bara lærin, sko. Svo hefur maður séð í þessu keppnum, þetta þessi upphil
sprettur búin að vera síðan 2014 og það hafa verið, keppendur hafa mist petalana og og hafa slitið keðjur og svona. Við vonum að það væri skemmtilegt að sjá það á eftir. Hérna sjáum við Ingu Birnu Benediktsdóttur og Steinunni Erlu Thorlacius og Inga Birna er ein af flottu úlingunum sem að æfa og ein af öflugustu þar. Hérna fara á stað, sjáum við að Steinunni átti mun betra start heldur en Inga Birna, sjáum hvort hún ná henni af því að það er ekki endilega. Já, Steinunni Erla tekur þetta og er þá komin í næsta riðil af því að riðlarnir hjá stelpunum, það er bara einn riðill hjá stelpum í fyrsta rándi eins og maður segir og svo koma þær í aftur og eftir. Núna klárum við nú eru allir þeir sem að unnu sinn riðil áðan að fara að keppa við þá sem að komust bara í útrætti fyrir þetta, komust bara beint yfir í annan riðil. Þannig að þarna er til dæmis Kristinn, hann er þarna í bláa og með bleika hjálminn. Hann var að keppa við Hafsteina í áðan, það er greinilega einhver smá pása, það sem eru að klæða sig aftur í. En hann er að fara að keppa við Leo Krisberg og Leo hann er spinningkennar í sporthúsinu og einu sinni var hann alltaf að lyfta og kallaði sig kjöt. Þú mútti ekki vera fúllaði sig eitthvað að segja hér en hann var á æfingum hjá mér og var algjört kjötstykki eftir allar lyftingaræfingarnar og svo er hann heldur betur búinn að skafa af sér og er núna orðinn mikill þríþrautamaður og og hjólari. Það gerist, það er ekki hægt að vera með alveg, þegar maður er götuhjólari þá er ekki hægt að vera með allt og mikinn vöðvamassa. Það er einhvern veginn svoleiðis. Heyrðu, þetta var eitthvað vitleysa rétt aðan. Þegar erum við að fá Kristófer. Já. Þarna erum við að fá Kristófer Gunnlaugsson og Leo. Það er þannig. Kristófer er í Airport Direct búningnum og Leo þessi Airport appelsínugula og hann er náttúrulega svakalegur í þessum sprettum. Leo helviti flottur. Kristófer tekur þetta. Hann gaf sér allan í þennan sprett. Og eins og ég segi, í þessu þá er gott að vera með sterk læri og fisléttur. Það er einhvern veginn þannig. En ég var eitthvað að rugla þarna áðan þeir voru mættir þarna í startið Kristinn og Steinar Thors. Þeir voru eitthvað að æsa sig þarna á staðinn áðan. Núna erum við komin með á línuna Emil og Agnar. Þessi sprettur var úrslitaspretturinn í fyrra. Emil og Agnar tóku úrslitasprettur í fyrra og þá endaði Agnar í fyrsta sæti og Emil í öðru sæti. Þannig að við erum að tala eitthvað geggja núna. Þannig að nú skulle ég leggja eitthvað undir. Þeir eru báðir að girða treyjurnar, aðeins að laga gírinn. Nema þessir eru bara, við skulum segja startið skiptir máli. Þessum, eins og ég segi, þetta var úrslitaspretturinn, þannig að þeir lenda ekki aftur í úrslitum hver verður það. Agnar sem að vinnur í GOP og Emil sem að á og vinnur í Kríu. Erum við að tala um að þetta sé. Þetta er megaspennandi, ég er að segja ykkur. Þeir fara í aftastað, þannig að þá er það bara spretturinn sem að gildir. Koma svo, heyrðu. Það er Agnar sem tekur þetta. Já, þetta var vel gert. Það eru úlingarnir sem eru að valta yfir. Sorry, það er bara þannig einhvern veginn. En þetta fór svona líka í fyrra. Þegar þeir voru í úrslitaspretnum, þá tók Agnar Emil með þessum bara litla mun.
Nú koma sem sagt Steinar Thors í gulu og Kristinn Jónsson. Ég verði að segja að Kristinn Jónsson, hann hjólari og svona, en hann einn mesti Saab áhuga maður Íslands. Þannig að ef þið viljið komast í klúbbinn, þá talið við hann þessi með bleika hjálminn. Þetta getur orðið góður sprettur, já, flott start hjá þeim, báðum og hvað svo. Sjáuð að Steinar í allt og léttum gír. Hann bara snýr þarna alveg hann nánast á loftinu og það eiginlega varla hægt að skipta gír í þessum aðstæðum af því að það það mikið álag á keðjunni. Að jú, það að reyna, getur alveg klúðra gírunum eða sliti keðju af því að það mikið álag. Heyrðu, Benedikt Sigurleifsson í bláu og Tómas Skó Jensen í appelsínugulu, Airport Direct. Tómas hann nú eldri en hann mjög, nei, sjáu þarna það sem við köllum klítaðist Tómas úr, þess að hann missir það að vera fastur í pedalunum, þannig að þetta kallast að klítast úr. Þetta nefnilega, það partur af leiknum. Þetta hefur maður oft séð, að menn sem sagt bara klippist úr pedalunum og þá bara ekkert hægt að halda áfram með það. Þannig að Tómas komst ekki áfram. Heyrðu, Matthías Skú í bláu og Óskar Ómarsson. Hann nú auglýsingafyrirsætan fyrir hennan uphill sprett, ef langar að vita það. Sjáu þið Óskar náttúrulega svakalegu sprettari og Matthías einn af okkar ótrúlega flottu úlingum og það alveg, maður segir, brjálæðislega gaman að sjá allt þetta unga fólk vera að koma í hjólreiðarnar og það nú einhvern veginn þannig að þau alveg bara þvílíkt góð. Þetta skot gengur. Hér erum við að tala núna næsti sprettur. Það Magnús Valgeir og Sæmundur Guðmunds. Og Sæmundur tekur að sér teppið og það verið að halda sér heitum og svona. Vöðarnir þurfa að vera heitir. Það þessi tjald þarna til hliðar. Það sem að það sem hitablásarar og það verið að hjóla á svokölluðum treinerum eða rúllum. Þannig að það búið að vera hita og upp. Þannig að það ekki hægt að fara kaldur í svona spretta. Það lítið sem gerist í vöðunum þannig. Þarna Sæmundur og Magnús. Sæmundur í bláu. Magnús í bara svörtum fötum hana. Þeir fannst að Sæmi áttu nú aðeins betra start hana. Þannig að sjáum hvað gerist. Heyrðu. Hann Magnús að sjá þetta og Sæmi tekur hann. Það hefur kannski verið búið á tanknum. Þannig að Magnús var orðinn vel öflugur þarna undir lokin og hann hefur klárað tankinn. Nú ætlum við að færa okkur yfir í stelpurnar. Núna Steinun sem vann Ingu Birnu áðan. Nú hún komin í næsta ránd. Þið sjáu hana þarna með rauða hjálminn. Nei, hún eitthvað hægt við þetta. Nei, hvað? Það alltaf að halda áfram með eigum eftir 2 riðla af strákum. Já, akkurat. Guðni, þeir ættu að koma núna. Guðni Freyr. Guðni ekki búinn að fara hann ekki búinn að fara neitt sprett. Hann komst beint áfram í þennan riðil, sem sagt næsta ránd. Og og hann keppur á móti Dennis, vann Æk, og hann Guðni þarna í svörtu og vinstra megin og Dennis í rauðu hægra megin við okkur og eða hægra megin á brautinni. Þannig að sjáu þið eins og Dennis var að gera, hann var að stilla af hvar hann með pedalana af því að þú vilt byrja í einn sterkri stöð og hægt að vera með þannig að fyrsta fótstigið, niðurstigið
gefið þér gott start til þess að halda áfram að petala. Þið sjáu það náttúrulega ekki. Dennis að taka þennan sprett, þið sjáu það náttúrulega ekki, en þið vitið það, skólaugustígurinn. Þetta er nokkuð prósent halli og það er alveg slatt erfitt að byrja í þessum halla í þungum gír. Þannig að, heyrðu, nú ætlum við að sjá. Það er Helgi Berg í gráum hana og Ragnar Adolf í Airport Direct appelsínugulu treyjunni. Þetta getur mjög öflugur sprettur. Þannig að og sjáu Helgi Berg, takk eftir stýrinu á Helga. Hann er alltaf að modda eins og maður segir græðina sínar. Hann er alltaf að fiffa eins og græja. Hann tekur þetta Helgi Berg alveg, og hann sem sagt mæti Dennis í næsta rándi. En Helgi Berg var búinn að setja svona flatt stýri á reyserinn. Steinunn Erla fer Steinunn Erla Thorlacius fær rauninni gefins sprettinn þarna af því að Berdís Eva mætti ekki. Og það er rauninni búið að draga í þetta eftir að skráning hefst, þannig að þeir sem að láta ekki vita að þeir þá æxlast keppin svona af því að þarna er búið að draga, það er ekki dregið aftur. Næsti stelpusprettur er Sigrún Rósa Rólfsdóttir og Bríet Kristý. Og Bríet Kristý er ein af okkar öflugustu hjólreiðakonum á landinu. Hún hefur nú ekki keppt í þessari keppni áður. Sigrún Rósa keppti í þessari keppni í fyrra og endaði held í 3. sæti. Nema sko það er oft þannig að ég verð að fá að segja frá því. Það er mjög fyndið. Það er Bríet var að kynna sér sinn keppunaut í dag og googlaði Sigrún og komst að því að Sigrún Rósa vann einu svona störukeppni í Kringlunni eða eitthvað. Þannig að hann leist ekki alveg á þetta. Þannig að þetta getur svolítið spennandi sprettur. En hann að Bríet ætlaði að passa sig að horfa ekki í augun á henni áður en að keppni myndi hefjast. Það geti orðið hann að falli. En Bríet er rosa sprettari og maður sjá, ekki er hún að fara ein á geggjað. Þær stilla sér þarna upp. Það er nefnilega skemmtilegra að keppa þetta. Það er ekkert gaman að fá frípass eins og maður segir áfram í svona keppni og vilt fá keppa til að koma áfram. Þær eru klárar. Það er allt í gang og Bríet þetta er tæft. Það þarf að klára þetta, má ég sjá þetta. Bríet tekur þetta. Hún lét störukeppnina sem Sigrún Rósa, hún lét það ekki á sig fá. Og það er miklar áhyggjur af þessu. Nei, kannski ekki miklar. Heyrðu, Hrönn Ólína, hún er tvisvar búin að vera í öðru sæti, síðan 2 ár í þessari keppni. Þannig að við skulum vona að hún komast áfram nema að hún er að keppa við Sif sem er með gula hjálminn og Sif Gylfa er mætt í þessa keppni fyrir hönd 50 plus og hún er 50 plus kona mætt í þessa keppni. Við erum að segja hafa gaman, þetta snýst það. Ekkert smá flott. Sif æfir hjá mér í hjólaþjálfun og hjólar alltaf í vinnuna á Reykjalundi og en Hrönn Ólína tók þennan sprett, þannig að skulum vona henni gangi vel á eftir þar sem hún er búin að enda 2 í öðru sæti í þessari keppni. Hérna erum við með Natalíu Erlu og Sigrúnu Guðmunds. Natalía er í bláu og gulu hjóli og Sigrún aðeins seinna af stað. Natalía er einmitt ein af okkar flottustu úlingshjólurum og Natalía tekur hennar sprett. Þó við sjáum það ekki hér en þá tók hún þennan sprett og Natalía er einmitt ein af þessum ungu stelpuhjólurum og það er þannig að það er komin svona hópur af krökkum, úlingum sem er að hjóla og og verður alltaf öflugri hópur sem æfir saman.
Hérna erum við komin, það Kristófer Gunnlaugsson og Agnar. Þetta eru svona 2 hjólarnir sem að maður hefði haldið að hefði átt að enda saman í úrslitum, nema þeir bara lenda hér saman bara af því að þetta er útsláttarkeppni. Þetta eru svona, leyfið mér að segja, bara 2 spretthörðustu í þessari keppni og þarna bara slær Agnar Kristófer út. Kristófer vann brekkusprettin í Gilinu á hjólaháttíðan á Akureyri núna í sumar. Sigraði þar alla bara bestu hjólar á landinu. Kom bara inn í hjólreiðar svolítið með kvelli 2018 og aftur að vera hrikalega flottur. Nema Agnar, hann er greinilega að spá í að vinna þetta aftur 2 ár í röð. Þannig að hann sigra Kristófer þarna og er þá komin í svona úrslitarimmu. Hérna erum við með Kristinn Jónsson með bleika hjálminn og Benedikt Sigurleifsson með rauðan og að sjá hvernig þessi spretti fer. Hann er nokkuð jafn. Nú fara sprettirnir nefnilega að verða svona frekar jafnari. Kemur Kristinn, mjög flottur. Af því að núna hvað ég var að segja, það er búið að vinsast vel úr þessu. Það eru 37 keppendur og í rauninni var bara, það var fullt í keppnina af því að hámarki voru 35 keppendur og hér erum við komið með Óskar Ómarsson í appelsínugula og Sæmund Guðmunds og eins og ég segi, Óskar er hrikalegur sprettari. Sæmi og Óskar, þeir eru báður á droppunum, það er svo, þeir eru sérst með hendurna niðri á stýrinu og þá ertu í svona eins og maður segir aggressívari stöðu yfir hjólinu. Já, Óskar tekur þetta. Sjáu, Óskar er á myndinni þarna fyrir ofan, í auglýsingunni. Hann ætlar að Óskar, við verðum með rosalega spretti í lokin. Nú er spurning Dennis eða Helgi Berg. Dennis í rauða, Helgi Berg munið með stýrið, búinn að taka hrútastýrið af og setja svona beint stýrið til þess að hafa meira tóg. Og það er spurning, hver tekur þennan? Já, báðir mjög flottir af stað. Þá er það bara, það er svolítið, hver er gýringin? Í hvaða gýr eru þið? Helgi Berg er að, Helgi Berg tekur þennan sprett með naumundum. Þannig að Óskar og Helgi Berg, það verður athyglisvert. Mætast í undanúrslitum á eftir. Og Agnar og Kristinn, heyrðu, þetta er skemmtilegt. Agnar og Kristinn, það eru úlingarnir keppa þarna í undanúrslitum og Óskar Ómarsson og Helgi Berg. Og svo fer það í úrslit eða brons. Þannig að núna eru bara 4 strákar eftir í keppninni. Það er búið að slá ansi margar sleggjur út. Eins og Kristófer og Emil, Þór Guðmunds, Hafsteinn Ægir Geirsson og Tómas Góf. Þetta eru svona, það er það sem er svo skemmtilegt við þetta. Að svona keppnir geta farið á svo margan hátt, sko. En það er bara Tómas sem er búinn að lenda í, hvað maður að segja, tæknilegum örðuleikum með því að detta úr petalanum. Hann flaug það allavega ekki á hausinn. Það er nefnilega alveg, og oft í svona keppnum, ég skal veðja við ykkur, að það eru margir búin að herða á petalunum sem að maður klíta sig í, það kallast að klíta sig í, þegar maður festir sig í petaluna. Og það er pottþétt búið að herða vel og það er þannig á svona, þegar maður er að smetla sér í petaluna, ef maður dettur þá á maður bara að það virkar þannig bara eins og með skíðabindingar, að þú bara dettur úr petalunum. Það er ekki þannig að hjólið hangi á þér.
en þá eru þeir eitthvað vitlaust stiltir, of hertir. Þannig að núna erum við, eins og ég sagði, með 4 eftir í karlakeppninni og 4 stelpur í kvennakeppninni, og stelpurnar sem eru eftir eru Steinunn Erla Thorlacius, Bríet Kristý og það Etja Kappu eftir, og svo er það Hrönn Ólína og Natalía Erla. En það sem er að fara í gang núna, það er eitthvað sem hefur aldrei verið gert hérna á Íslandi. Það er það sem við ætlum að kalla á íslensku lengsti spretturinn, og trakk hjólreiðar, eða svona innibrauta hjólreiðar sem eru á 222 metra langri, svona eiginlega eins og hlaupabraut, minni það sé 222 metrar, að þá er svona eins og maður segir, hvað maður að segja, störukeppni, eins og þið sjáu þarna, þannig er Tómas Skof Jensen að halda svona jafnvægi á hjólinu, og það er þannig að núna fá þeir keppendur sem eru dottnir út úr keppninni tækifæri til þess að vinna lengsta sprettinn, og það er þannig að núna eru dregnar línur frá startlínunni, það sem þeir standa, og aðeins þarna upp eftir, og þeir keppendur eiga bara að vera á þessu svæði að halda jafnvægi á hjólinu án þess að stíga niður fæti í 3 mínútur allavegana, en síðan á milli 3 til 5 mínútna einhvern tímann á þeim tímabili, alveg óráðið, þá er flautað og þá hefst spretturinn. Þannig að, en þú ert náttúrulega úr leik ef þú stígur niður fæti, missir jafnvægið. Þannig að þetta er ein keppnisgrein í svona trakkhjólreiðum, þar sem að keppendur eru kjurir, og þetta er eitt að, leyfist mér að segja, eitt að steiktasta sem maður horfir á, en er alveg rosalega spennandi. Og þeir geta verið bara heil lengi, en það er einhverja reglur með það hvað má vera lengi. Standa lengi kjur á hjólinu, en það er svona smá útsjóna sem í þessu, að það er dregin lína, þess að spretturinn er 120 metrar upp Skólavörðustíginn, brautin sem við erum með hérna í dag, og frá ráslínu og aðeins upp eftir er búið til hólf, önnu lína, og það er svæði sem keppendur meiga að vera kjurir á. Ef þeir fara yfir línuna í þessu hólfi, að þá eru þeir dottnir úr leik. Ef þeir fara yfir línuna áður en spretturinn er flautaður af stað, þá eru þeir bara úr leik og þeir eru bara að fara heim í sturtu og en þannig að það er þeir sem geta haldið vel, þannig að það er best ef þú nærð að vera sem næst línunni, þannig að þegar spretturinn byrjar, þá ert þú í bestu stöðunni, þá ert þú komin lengst á veg. Þannig að ef þú ert aftarlega, að þá er svona frekar ómögulegt að ná þeim sem eru fremstir á línunni. Þannig að við sjáum hvernig þetta, svo er kannski einhverjir svona þannig að einhver detta á einhvern annan, ef ekki að vonast til þess að verði eitthvað drama. En bara til að kynna mig aðeins, þannig að vitið kannski bara aftur þeir sem eru kannski komnir hérna núna, þá heiti ég María Ögn Guðmundsdóttir og ég er nú hjólreiðakona og hjólaþjálfari og svona, þannig að þið vitið kannski pínu á hvernig þið eru að hlusta hérna. Ok, þeir eru að stilla sér hérna upp og það er misjafnt. Þarna er Benedikt, þessi þarna í gula. Hann er á stuttbuxum og stutterma. Hann er búinn að vera greinilega eitthvað aðeins í köldu böðunum í sundlaugunum. Það er eitthvað misjafnt. Þermostatið á þessum mönnum. Einhverjir ætla nú bara að vera í úlpunni
og það er nú svo sem ekki það verður ekki mikill hraði á þeim. Þetta verður fróðlegt. Ég er æsi spennt. Og það eru sennilega einhverjar reglur með það hverjir fá mér sýnist að þeir sem fá að vera þarna fremstir á línunni eru þeir sem að duttu síðast út, sem sagt. Þannig að þeir sem eru aftast fá að vera þarna aftast, það eru þeir sem duttu út bara í sínum fyrsta spretti í fyrsta rándi. Af því að ég sé þarna Sæma og Kristófer og Leo og Arnar. Guðuna, son Arnars. Ég er að þjálfa pappans. Er það ekki þannig? En nú er Arnór útskýra fyrir þeim og reglurnar og þeir sjá sem sagt fyrir framan sig línu sem að þeir mega ekki fara yfir næstu 3 mínúturnar. Man ykkur að eftir að googla indoor cycling eða track cycling og skoða einhver YouTube myndbönd af þessu af því að þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Sjáðu, keppnin er hafin, þetta er æsi spennandi. Þetta er skemmtilegt. Keppnin er sérst hafin og þeir Snorri Karel aftastur, hann er svo nettur, hann smokrar sér þarna á milli. Keppnin er sem sagt bara æsi spennandi og í gangi akkurat núna og þeir eru á fullu að keppa. Þetta er sem sagt þetta er geggja skemmtilegt sko. Sjáið, þeir eru á fullu, halda jafnvægi, mega ekki stíga niður fæti, annars ertu bara heim með súrten. Nei, sjáðu, þarna sjáðu einn dettur, fellir hann annan. Þetta var heldur Jón Arnar sem fellir þarna Ragnar Adolf, kannski er ég að bulla eitthvað, kemur það bara í ljós síðar. Þarna datt hann var í Valitor búning, hann heitir manna ekki alveg, heyrðu þeir að detta út þarna, hver er eftir? Sæmi sé ég, hann er þarna, þið séu svona óljóst, hann er með hvítan hjálm, og sýnist mér, ég ætla að reyna að bera kennslu á þeim. Sjáðu, þeir eru, þetta er gríðarlega spennandi. Þetta er kænska og við bíðum sérst í 3 mínútur og svo bara á milli 3 til 5 mínútna flautamótsaldrar og þá er bara allt í botn og hver vinnur. En núna er til dæmis Sæmi og ég er ekki alveg að kveikja hver annan hliðina. Já, sjáðu, þarna fyrir spretturinn í gang. Kristófer og Sæmi eru fremstir. Sæmi er þarna fremstir, Kristófer er að fara að taka þetta og Kristófer Gunnlaugsson tekur lengsta sprettin og sigrar þar með fyrsta skiptið á Íslandi sprettin og Sæmundur Guðmundsson í öðru sæti og ég er ekki alveg klára á því hver var í þriða. En fáum það. Þið sáu að þeir voru þarna 4 sem náðu að fara af stað alveg að fullri hörku í hennar sprett. Sko, ef þetta var ekki skemmtilegt. Þetta var alveg geggjað. Google þetta. Þetta er bæði í senn svona frekar vandræðalegt að horfa á og æsi spennandi. Það var einmitt vídeo núna bara sem kom, það var keppni í bara síðustu helgi. Það voru 2 sem voru búin að vera heimsmeistarar. Það voru
í svona track stand sem sagt, keppni. Þeir voru búin að halla sér að hvor öðrum og og dómarinn þurfti að útkljá á milli þeirra og þeir sögðu honum bara að fara. En þeir það var frekar fyndið atriði. Þeir sem sagt voru bara að halla sér upp okkur öðrum og ég sé reyndar ekki að það var í lagi. En það var nú frekar gott atriði. Það er nú, ykkur að segja, svona í pípunum, það er á hugmyndablaðinu og aðeins lengur en það komið, að gera innanhús hjólreiða svæði hérna á Íslandi og að vera að tala um það og var nú bara að vera að tala um það að gæra, sleppa pálmatrjánum og búa til hjólahöll. Veit ekki hvort sé að ljúga eða ekki en ég er samt að segja það hér. en það gæti gerst í náinni framtíð og sem að væri náttúrulega alveg, þú veist, eins og þið vitið, að hjólreiðar ekki með nein íþróttamannvirki og bara engin mannvirki nema bara að sjálfsögðu nota þá hjólastíga og annað sem eru undir samgönguhjólreiðar, en íþróttagreinin hjólreiðar er ekki með mannvirki. Þarna var Snorri Karel, öflugur ungur strákur, bara að æfa sig fyrir næsta ár, skiljið. Tók þarna, það var bara laus braut og tók bara sprettin upp. Nýta þetta. Þú getur ekkert verið að taka sprett þarna og loka þér í götu alla daga ársins. Nei, það er alltaf bara í kringum mánaðamótin janúar, febrúar hverju ári sem að þetta uppil er. Svo er fyrir ykkur sem eru heima og eru að horfa á okkur, eða fylgjast með okkur að ykkur að segja, þá er súkkulaðikaka í boði og vöffluvagninum og hleðsla. Þannig að þú veist, ykkur er nær að vera ekki í dúnúlpunum á staðnum að horfa. Þannig að en það eru hjólreiðafélag Reykjavíkur, Víkingur og Tindur sem að standa saman og halda þetta mót. Alltaf gaman þegar hjólreiðafélögin geta unnið saman í mannskap, en það er svona að, eins og maður segir, rigga upp svona viðburði. Þetta er hörku business, þannig að þetta er ótrúlega skemmtilegt þegar þetta kom til. Eins og ég segi, þetta er búið að vera fyrsta ári sem þetta var haldið á 2014. Ég veit nú ekki hvort ég ætti að segja sko. Ég hef keppt í þessari keppni 2 sjálf og í bæði skiptin var ég dæmd úr keppni með þjóðstart. Ég ætlaði nú ekki að vera með neitt vesen, en ég var send heim með skottið á milli lappana og dæmd úr keppni með þjóðstart. Og það var nú einhvern tíðan í keppninu held í 2014 sem að ég og sú sem að ég var að keppa, við vorum báðar dæmdar úr keppni. Vorum að keppa til úrslita og ég og Toppa, við vorum báðar, við þjóðstörtuðum, vorum að keppa okkur aðra og þjóðstörtuðum báðar, þannig að við vorum sendar báðar heim. En svoleiðis er það. Það má ekki þjóðstarta. Það þarf að fara eftir reglum. Þannig að og svo keppti ég aftur og þjóðstarta ég aftur, þannig að það er ekkert gott að hafa mig í svona keppni. Heyrðu, þarna er Bríett og hún Steinunn Erla. Bríett er svartklædd í nýju Rafa peysunni sinni og Steinunn með rauðahjálminn. Þær fara af stað og Steinunn byrjar betur. Hún byrjar betur og þá er spurning, hvað gerist? Hver er öflugur í lokinn? Mér sýnir Steinunn verið að taka þetta. Hvað ætlar hún að gera? Og Bríett tekur sprettinn, sáðu. Þarna var eins og Steinunn væri að taka þetta. Svo reyndar blekkir. Það er alltaf eins og hjólarinn sem er nær okkur sé aðeins framar eða aftar, ætla ég að segja. Sá sem er vinstra megin
eins og núna hún hérna Hrönn Ólína þarna í tindsbúningnum og Natalía Erla í bláa HFR-búningunum. Það eins og Hrönn Ólína sé aðeins aftar en hún það ekki. Það bara kannski, það bara svona hotnið á myndaðalinni sem blekki það. Það passað upp allt. Ármann Gylfa þarna ræsstjóri með hendin úti og gefið merki. 2, 1 og koma. Þannig að Bríet komin, nei sjáu, Hrönn Ólína missir annarkort keðjuna aðeins út eða hvort hann hafi klítast aðeins úr petalanum. Æi. En hún fær þó allavega ekki að vera í öðru sæti þetta árið, búin að vera í öðru sæti síðastliðin 2 ár. En þá það þannig að Bríet og Natalía Erla Casata, þær keppa til úrslita fyrst á annað sætið en Steinunn og Hrönn 3. sæti. Þannig við að tala Benedikt Sigurlaugsson og Kristinn Jónsson. Kristinn með bleika hjálminn, Benedikt í skærgulu nýju skónum sínum greinilega. Og þarna átti Benedikt betra start og eins og við sáum með Bríet og sagði Kristinn á ekki roði hann. Þarna Benedikt bara langt á undan. Þannig að hann fer nei, þarna var ég að rugla ykkur. Þetta voru Agnar og Kristinn, afsakið mig. Þetta voru Agnar sem vann sprettin í fyrra og Kristinn Jónsson. Benedikt, hann er komin í úlpu og buxur. En nú Agnar komin sem sagt, Agnar mögulega að fara að verja titilinn sinn frá því fyrra. Þarna eru Helgi Berg í gráabólnum og Óskar Ómarsson. Helgi Berg byrja betur og eins og ég segi, það getur allt gerst. Hvað allir gerist? Já, Óskar að taka þetta. Heyrðu, við erum semst að fara að fá úrslita sprett á milli Agnars sem vann í fyrra 2018, ungur strákur, og Óskar Ómarsson sem vann þetta allavega 2015 og hvort hann hafi unnið þetta, nei, hann hefur ekki unnið, já, og þeir taka sérst úrslita sprett fyrsta og annað sæti, nema Kristinn Jónsson og Helgi Berg Friðjónsson, þeir taka sprett bronsið og svo það alltaf 4. sætið. Heyrðu, þá það stelpurnar. Það þá brons spretturinn hjá þeim. Steinunn Erla, Thorlacius og Hrönn Ólína. Þær að fara að keppa bronsið og svo fallega 4. sætið sem enginn vill vera í. Þannig að Steinunn í appelsínugula gallanum og Hrönn Ólína í tindskallanum. Hrönn Ólína mikill fjallahjólari. Hún var Íslandsmeistari í maraþon fjallahjólreiðum, hjólaði Vesturgötuna 2017 og hjólar mikið svona Hólmóttein og fjöllum og svona og alltaf meira og meira að æfa götuhjólreiðar. Og Steinunn Erla einmitt líka svona frekar ný í hjólreiðunum og götuhjólreiðunum aðalega. Heyrðu, það bronsið. Það bronsið hjá stelpum. Sjáu þið, Hrönn ætlar að taka þetta. Sjáu þetta. En nefnilega startið eitt. Steinunn fer betra á stað. En svo hvernig, sjáu þið, Hrönn byrjaði frekar þungum gír og hvað gerir hún? Hrönn tekur þetta. Þarna byrjaði Hrönn. Þannig að Hrönn nær 3. sætinu. En þannig byrjaði Hrönn í þyngri gír, þannig að hún rauninni hægari af stað. En það skilar henni síðan vel af því að það mjög erfitt að skipta gír og eiginlega bara ekki hægt. Út af álaginu á gírana þá vill oft búnaðurinn eða gírarnir ekki skipta. Heyrðu, þið skulle vera spennt núna.
Óskar Ómarsson, við kynnum til leiks hérna Helgi Berg Friðjónsson mættur á startlínu og Óskar Ómarsson að mæta. Og þið sjáu stýrið á Helga Berg. Helgi Berg alltaf duglegur að fiffa til. En hann sérst á Racer, sjáu þið dekkin hjá honum. Hann á Racer sérst með mjóum dekkjum og í rauninni á að vera með hrútastýri, sérst hjólið. Þannig að hann setur svona flatt stýri á af því að hann vil nýta meiri kraft úr efri skrokknum og hafa svona meira vald. Býtum nú við, nú ég ekki alveg skilja þetta. Jú, þetta þeir þriðja sætið, Kristinn Jónsson og Helgi Berg, afsakið mig, ég var að rugla. Óskar í úrslitarimmunni. Það Kristinn og Helgi. Æja, koma svo. Þetta gæti orðið vel mjótt á munun. Það kannski myndavél til að skera úr. Hvað að gerast, hver tekur þetta í lokin? Það alltaf að vera brjálað. Kristinn lyftir hendi og hann sigrar hann sprett. Þannig að Kristinn í keppninni í þriðja sæti og Helgi Berg í fjórða sæti. Heyrðu, þá það Agnar og Óskar Ómarsson. Nei, þarna sjáum við stelpurnar. Natalía Erlu eitthvað kalt og Bríet Kristi. Þær að fara að taka sprettinn, nú ætla ég ekki að segja ykkur vitlaust, en þær að fara að taka sprettinn gullið og silfrið. Þannig að hér verður bara hver upphil brekku meistari ársins á RIG-hátíðinni 2019. Það Bríet Kristi sem þarna bleikum skóm, þær nú reynda báðar. Og Natalía Erla á gula hjólinu. Hver sigrar þetta? Natalía, þarna sigrar Natalía þetta. Það var einhvað klúður með að sá sem hélt Bríet einhvað klúður hérna. En það allt sem getur gerst. Þannig að Bríet í öðru sæti og Natalía í fyrsta. Hérna, já, þetta, eins og ég segi, það getur allt gerst. En það nú leiðilegt að þetta gerst í úrslitasprettinum þar sem að, heyrðu, Óskar Ómarsson í gula og Agnar sem vann í fyrra. Sko ég veit ekki hvernig þessi spretti fer, af því að þetta eru svakalegir sprettarar. Nú verður allt brjálað. Vonandi að verði allt í lagi með þennan, að þetta fari vel af stað. Við viljum að fólk keppi. Það svoleiðis. Agnar byrjar betur. En það eins og við vitið, þá getur það allt breyst. Agnar, hann á undan og hvað gerist? Heyrðu, hver sigraði þetta? Það verið að bíða eftir staðfestingu. Sjáu Albert Jakobsson hana hann gaf að það væri. Þetta Óskar Ómarsson. Vann ég held að Óskar hafi unnið þetta. Sjáðu. Ég held að Agnar sé sigurvegari. Getum við ekki séð einhvern fara að fagna og hinn að grenja? Nei. Agnar, jú, staðfest. Agnar vann þetta. Agnar sem sagt, Agnar og Natalía Erla Casata eru sigurvegarar á RIG uphill duel keppninni. Brekku kona og brekku kongur, brekku drottning og brekku kongur ársins. Og það æskan að taka yfir allt saman og þannig að Óskar Ómarsson í öðru sæti.
Þannig að úrslitin eru Agnar ver titilin sinn frá því fyrra og sigrar. Óskar Ómarsson í öðru sæti, Kristinn Jónsson í 3. og Helgi Berg Friðþjófsson í 4. Og í kvennakeppninni þar sigraði Natalía Erla Casata, Bríett kom ekki mark þar sem hún í rauninni gat ekki byrjað sprettinn, en hún í öðru sæti eða bara annað sæti detti út þar sem hún fer ekki sprettinn, og Hrönn Ólína í 3. sæti og Steinunn Erla Thorlacius í 4. Og svo í lengsta sprettnum sem var áðan, æsispennandi standandi störukeppnin sem var áðan, að þá var það Kristófer Gunnlaugsson sem vann það og Sæmundur Guðmunds í öðru og einhver í 3. Við kannski komumst að því síðar. Svo og hérna við, það er svolítið skemmtilegt að það náttúrulega alls konar styrktaraðilar að rigg hátíðinni á höfuðborgarsvæðinu í öllum viðburðunum, en útsendinguna styrkir eins og þið sjáu þarna Cannondale, græna tjaldið, að GOP styrkir útsendinguna sem við erum í að gefa ykkur færi á því að fylgjast með live, og GOP verslunarskeifinni, og það sem nú svolítið skemmtilegt að segja frá því að Agnar að vinna í GOP. Það nú bara þannig. Þannig að Agnar sigurvegari. En það ómetanlegt að fá styrktaraðila til að kosta þetta, þar sem að öll vinnan í kringum svona viðburð er bara sjálfboðavinna íþróttafélagana, og og við ætlum bara að fara að hætta það sem að þetta gekk ótrúlega vel. Það voru bara 2 sem að mistu petalan og 1 sem að átti eitthvað erfitt með að komast af stað. Svo voru einhver sem dutti í jörðina þarna áðan, en við ætlum að fara að kveðja. Ég ætla að fara að kveðja Mari Ögn heiti ég, og við bara þökkum kærlega fyrir. Og svo bara að mæta, nú liðið sem á staðinum að fara að úða í sig vöfflur og vöffluvagninum og köku, súkkulaðiköku og hleðslu. Þannig að hafið bara gott kvöld og takk fyrir.